Fréttir hér á RÚV af þeim kostnaði sem krabbameinssjúklingar þurfa að bera vegna veikinda sinna hafa vakið mikla athygli. Velferðarráðherra situr fyrir svörum málið hér eftir örstutta stund. Dæmi að sjúklingar hafa þurft að greiða tæpar 200.000 krónur fyrir spítalameðferð við brjóstakrabbameini. Með endurhæfingu og lyfjakostnaði getur kostnaði sjúklings orðið á 400.000 krónur. Guðbjartur Hannesson, velferðarráðherra, sestur hjá Brynju. Velkomin Guðbjartur. Já, takk. Ef einhver hefur staðið í trú að meðferð við alvarlegum sjúkdómum sé ódýr í íslenska heilbrigðiskerfinu, þá er það misskilningur samkvæmt þessu? Já, allavega þarna verið að birta tölur yfir þennan kostnað varðandi komur á spítala, alltaf 200.000 krónum og það eru dæmi það er alveg rétt það sem hefur komið fram. Þannig hefur það verið langan tíma, þannig að það er ekkert nýtt í því. Krabbameinsfélagið vill meina að þetta sé kostnaður sem hefur aukist mjög undanfarin 2 ár? Já, það átti ég ekki alveg á, vegna þess að gjaldskrárnar sem hafa verið, þær hafa hækkað og tekið verðlagsbreytingum en ekki umfram það í sjálfum sér. Þannig og hlutdeild sjúklinga almennt í heilbrigðiskerfinu hefur ekki hækkað mikið. Það í kringum 19% sem að sjúklingar greiða almennt af heilbrigðisþjónustunni. Og það hefur verið nokkuð svipað undanfarin ár. Það hefur farið neðst niður í 17-18% og þarna rétt innan við eða milli 19-20. Já, en það eru fleiri komur sem að skipta þarna máli. Já, það sem að virðist hafi gerst þarna eða menn að vekja athygli á að það sem áður var oft í innlögnum, þá eru menn teknir inn á dagdeildir og skoðanir og annað eru þá með komugjöldum við hverja komu inn á dagdeild eins og hjá öllum öðrum sjúklingum. Eitt dæmi frá Landspítalanum er þannig að það var ein kona með brjóstakrabbamein sem að opnaði veskið 61 sinni á 1,5 ári og borgaði tæpar 200.000 krónur. 61 sinni? Já. En það er vantilega, nú hef ég ekki séð sundurliðin á þessu, en það sem að mér finnst skipta máli og er það að því þetta var nú tengt hér í umfjöllum ykkur við lyfjamálin og breytingarnar þar. Að þar erum við einmitt að reyna að ná utan þennan kostnað með því að setja þök til þess að tryggja fólk gegn því að þessi verið að borga þessi svona hátt í komugjöld á sjúkrahús og fyrir heilbrigðisþjónustu. Stendur til að setja slíkt þak? Í rauninni hefðum við viljað taka þetta skref allt í einu og ná utan á lyfinu og sjúkrahús og kostnaðinn allan í einu en það er býsna stórt skref, ekki bara peningalegum ástæðum en ekki líka vegna þess að það er ýmis vandamál í veginum með útfærslu á því. Þess vegna voru lyfin tekin út sérstaklega til þess að hraða því að verja fólk gegn háum greiðslum þar. Já, áramót tekur í gildi breyting þannig að það fer með þak á lyfjum. Já, en það fer að vísu eftir hvernig lögin ekki komin til umfjöllunar aftur í þinginu en ef þau vera samþykkt. Þá munum við í framhaldi af því gefa út reglugerð en það tekur nú á vísu 4 til 6 mánuði hugsanlega undirbúa það í öllum smærri atriðum þannig að þetta er nú ekki skella á áramót. Nei, þetta verður mitt næsta ár. Já, ef að þingið afgreiðir þetta þá er það hugsað þannig og það er hugsunin þessi nákvæmlega að það er fólk í dag að borga 200.000 krónur upp í 300.000 krónur þeir sem borga mest í lyfjum og þarna er verið að setja það sem hámark að almenningur einstaklingur geti borgað 65.000 krónur á 12 mánaða tímabili. Ef við byrja meðhöndlun í júní þá eru bara talið 12 mánuðir, það er ekki talið frá áramót til áramóta. Þurfa menn þá að greiða 65.000 krónur strax þegar sækja fyrsta bíla lyfjaskammtinn? Nei, það er reiknað með því að það veri greiðsldreifing og það er heldur ekki þannig að þeir sem borga 100% í lyfjum upp að ákveðnu marki þá erum við að tala um 22.000 krónur sem að 22.500 sem að menn borga þá í hugsanlega fyrsta gjald en það verður boðið upp á það að menn geti dreift í ef þannig vill til. En ef við tölum aftur komugjöldin, hvað segir þetta íslenska heilbrigðiskerfið að fólk þurfa að borga 200.000 krónur og jafnvel stundum meira fyrir meðferð á alvarlegum sjúkdómi sem það ræður ekki hvort það verið ekki? Það er auðvitað val okkar með hvaða hætti við ætlum að hafa greiðslu fyrir sjúkrahúsþjónustu og ég er þeirra skoðun og það er enginn að þurfa að borga svona hátt. Það er að tryggja það með reglum að menn hafi þak og sérstaklega gagnvart ákveðnum sjúkdómum eins og þarna er verið að tala að menn verið tryggðir gegn því að þeir borgi ekki umfram ykkur ákveðnum. En það er ekki svo núna? Nei, nákvæmlega og það hefur aldrei verið þannig og það er það sem við erum að tala Þannig að ég ætla ekki svara fyrir það okkur það er ekki búið að gera það á góðaristímanum og þegar við áttum nógan peninga. En ástæðan fyrir við erum að gera þetta núna er einfaldlega að það þarf að fara í nákvæmar útfærslur á því hvernig þetta er gert og hvernig hægt er að dreifa þessu og hvernig við færum þetta þá til í kerfinu, hvað við tökum í gegnum skattana og hvað við tökum í gegnum hærri gjöld og þá sem að nota þjónustuna síst á lægri verðum eða þurfum ekki svona miklar greiðslur. Þannig að það er það sem eins og ég segi var að gera með lyfjafrumvarpinu.
svo vinna hafin að skoða þetta? Ekki beint, nei, en aftur á móti boðaði ég það þegar ég flutti nú lyfjafrumvarpið fyrir í vor þegar það náði ekki gegnum þingi þá og voru gerðar athugasemdir og við erum með það endurskoðum það eftir athugasemdir sem komu fram þar. Þá nefndi ég þetta að þetta væri aðeins fyrsta skref í að klára að ná utan heilbrigðisþjónustunni í heild. Þannig að krabbameinssjúklingar á næsta ári og jafnvel þar næsta gætu þurft en þá að borga 200.000 að óbreyttu, já, það er þannig, það er ekki, við verðum ekki svo fljóta að breyta, en við skulum sjá hvað okkur endist tíminu. Það er ýmislegt sem þarf að breyta og ég vil bara koma því að sko að ég nefndi 65.000 krónur fyrir öryrkja, aldraða, fyrir börn og atvinnuleitendur, þá er það 45.000 á lyfin. Og ég fullyri það og hef heyrt það eftir símtölu við fólk sem að brá mjög þegar það hélt að ætti frá að borga eins og hérna var talað upp í einhverja heild allt upp í 400.000 krónur og það verið tengt lyfjafrumvarpinu að fólki döði brá og hringdi og spurði þá fór ég að spyrja það hvað er þetta að borga mikið í lyf og það kemur í ljós að flestir af þeim og nánast allir sem þau hringdi mig þeir voru að borga meira en þessi þök og munu lækka fólk sem er langveikt og á við erfiða sjúkdóma þeir eru að borga meira í dag. Getur verið að sjúkrahúsin að þar sé búið að skera niður það mikið að þau sjáu sér ekki annað fært en að rukka fyrir hverja komu? Það hefur verið bent á það að fólk liggi skemmri tíma inni á sjúkrahúsunum, það fari fyrir út og komi svo á göngudeild og þurfa að borga þá komugjöld í hvert sinn. Já, ég meina við höfum heyrt þessar fullyrðingar og ég held að menn hafi nú verið að vinna þarna mjög faglega og verið að meta það hvað er hægt. Þetta er þróun sem átt sér stað á langan aðdraganda, það er minnka tíman sem fólk er lagt inn á sjúkrahús, það liggur inn á sjúkrahúsi, fólk er að fara miklu fyrir heim og það er ekkert að gerast á síðastliðnum 2 árum eða eftir hrun. Það var byrjuð sú þróun var byrjuð áður, það ekki myndi samt við fæðingar og ýmsar aðgerðir að menn eru farnir að rísa upp bara fljótlega eftir svæfinguna og farnir jafnvel í þjálfun strax. Þannig að það er ekki að tengja þetta beint við niður? Nei, alls ekki, nei, þvert á móti, en aftur á móti er alveg full ástæða til að vakta þetta. Það hefur verið stundum í greiðslu fyrir heilbrigðisþjónustu hefur verið ósamræmi á milli stofnana í einstöku tilfellum, það er náttúrulega ekki varðandi krabbamein því það er næstum allt inn á Landspítala. En öðrum dæmum höfum við vitað að sumir leggja inn og fólk fær þá ókeypis þjónustu inn á sjúkrahúsinu en ef það er ekki lagt inn og er í dagdeildi þjónustu þá borgar það. Já. Og þetta þurfum við auðvitað að ná utanum og samræma og þannig að það á auðvitað að vera þannig að allir sitja við sama borð hvað varðar heilbrigðisþjónustu og kostnað. Nú sagði formaður velferðarnefndar Alþingis í hádegisfréttum á RÚV í dag, hún Álfheiður Ingadóttir, að hún dragi efa að það sé hreinlega löglegt að sjúkrahús innheimti komugjöld vegna rannsókna sem eru hluti af aðgerðum. Getur þetta verið rétt? Ég ætla ekki að dæma það, við hefum ekki haft tíma til að skoða það en þetta er þá ábendingin eins og oft var áður að ef að menn komi í tiltekna aðgerð, fengu að sem stóra lagðurinn daginn áður, fór í ýmsar rannsóknir tengdar aðgerðinni að þetta takast sem eitt verk. Og hvort að það stendst lög eða ekki, við höfum ekki fengið einar kærur eða ábendingar að það gerir það ekki, þetta er búið að vera framkvæmdin í allavega nokkuð langan tíma. En að sjálfsögðu mun slíkt verða skoðað og rætt í framhaldinu ef að einhverja hætt er á slíku. En ef við förum aftur að þessum greiðslum 195.000 fyrir krabbameinsmeðferðina, samræmist þessi upphæð, við tölum bara vítt, hugmyndum okkar norrænt velferðarkerfi og jafnaðarstjórn sem að þessi stjórn hefur kennt sig við? Ef þú tekur fyrsta lagi þá viljum við hafa heilbrigðisþjónustuna ríkisrekna og ábyrgð ríkisins og þjónusta sé veitt þar. Það sem hefur gerst á undanförnum árum er að hluta af henni hefur færst út og er hjá sérgreinalæknum og einkastofum og svo framvegis og þar hafa oftast og eru hærri komugjöld og hærri greiðslur. Það tel ég vera óæskilega þróun, ég held að sé mikilvægt að við höldum okkar öflugu stofnunum og tryggjum að þjónusta sé veitt að minnsta kosti líka þar, þó að það getur verið réttlætanlegt í mörgum tilfellum og hagkvæmt að veita það á stofun líka. Og ég er þeirra skoðuna sjálfur eins og ég var að segja og það er það sem við erum að reyna að gera varðandi lyfin, það er að við eigum að jafna þetta. Við eigum að bera sameiginlega ábyrgð og sameiginlega tryggingu á því að allir geti notið heilbrigðisþjónustu. Nú steig maður fram í hádeginu í dag í fréttum íslenskur maður í Frakklandi sem að fór í krabbameinsmeðferð þar og sagðist aldrei hafa þurft að taka upp veskið í sinni meðferð. Já, nú þekki ég ekki franska kerfið en það er margt sem að hefur vakið athygli manns eins og til þeim sem að kemur á Norðurlöndin eða inn í Bretland að sumt þar er ókeypis sem við tökum gjöld fyrir hér en það er líka öfugt hjá okkur, við erum til dæmis með að það er engin komugjöld fyrir börn hér
inn í heilbrigðisþjónustu. Þau eru með öðruvísi greiðsluformi en aðrir og til dæmis í þessu lyfjafrumvarpi þá skilgreinum við börn á heimilum núna þannig að við teljum öll börnin sem einn aðila hvað varðar þetta hámark í samtölu lyfjakostnaði. Já, þannig að samanlagt getur náð fyrir því. Það er til dæmis ekki núna og það semst verið að reyna að koma til móts við barnahópin. Við bætum sýklalyfjunum líka við sem gjarnan þau lyf sem að barnafjölskyldur þurfa mest að nota. Já. Þau fara inn í þennan grunn og reiknast á inn. Í dag borga sjúklingar það að fullu eða þeir sem nota sýklalyf. En það er nákvæmlega þetta sem við þurfum að ræða þetta sem þjóð á sama tíma og við erum að tala að skattar séu allt og þungir. Skattar eru til þess að færa til og borga fyrir ákveðna þjónustu og við erum með samtryggingakerfi og það er einkenni norrænu velferðarmódelsins. Þess vegna hefði ég gaman að því stundu þegar menn eru nú vitni í það hvort þeir eru sammála því. Það er að hafa háa skatta og mikla endurdreifingu í gegnum skattkerfið. Ertu ekki skilja að þurfa að hækka skatta til þess að? Nei, við erum komin býsna hátt núna, en það eru rökin fyrir því að við viljum jafna kostnað og ætlum að gera það og til þess erum við að því og til þess er lyfjafrumvarpið. Þess vegna er sorglegt að það skuli svo vera sprengt upp sem einhver viðbótarkostnaður. Það er þá ákveðin hópa vegna þess að við erum að bæta jafnræðið á milli sjúkdóma. Við erum ekki að taka inn viðbótargjöld á lyf. Og við ætlum að tryggja það að allir hafi möguleika á því að fá þessi lyf án þess að það setji fjárhag þeirra á hausinn. Þannig að yfir allt þá kemur þessi breyting betur út? Að mínum að þetta er klárlega. Þetta er gert fyrir svona 4.000-5.000 mann sem er að borga mjög há lyfjakostnað í dag. Það er fært yfir á stóra hópinn sem notar sáralítið lyfjum, minna við 10.000 krónur kannski á ári, sem borgar þá 100% af þeim kostnaði. Þetta er hugmyndin á bakviða. Það er jafnrétti og réttlæti á milli sjúkdómaflokka. Til þess erum við að koma með þessi lög. Já, Guðbjartur, þakka kærlega fyrir komuna. Já, takk sömuleiðis.